Ok, við ætlum að skoða línulega samantekt á þessum mennsku heitir linear combinations. Segjum að við séum hérna með einhver p-stykka vigurum, VF1, VF2 upp í VF-p, þetta er allt vigrar er í enda, svona ennstaka dálkavirar, og við erum með p-stykja föstum, C1, C2 upp í C-p, svona þetta er einhverja röndurur. Þá eru vigurinn sem er búin til úr þessum vigurum á föstum á þennan hátt, C1 VF1 pluss C2 sinum vigurinn VF2 pluss C3 sinum vigurinn VF3 og svo framvegis. Þetta er kallað, þessi vigurupslun, er kallað línuleg samantekt af vigurunum VF. Og við getum auðvitað að skrifa þessa summu með að nota summumerki, það myndi vera bara, ef við kallum teljaran I, þá fyrir hann frá 1 og upp í P og verðum með C I VF I, sér svona. Og við þekkja þetta líka sem rétthatt. Nú, við skulum pröfa að sjá dæmi línulega samantekt af vigurum. Skoðum hérna línulega samantekt af vigurunum VF1 og VF2, það er bara einhverju vigurar. Ok, til dæmis rótin á 2 sinum VF1 pluss 5 sinum VF2. Það myndi vera línuleg samantekt af þessum tveimur vigurum. Eða 0 sinum VF1 pluss 0 sinum VF2. Nú eða 17,4 sinum VF1 mínus 5 sinum VF2 og svo framvegis. Við getum einhverju fastar margfalda við og summan að þessum tveimur. Ok, pröfum að taka annað dæmi sem sjáum fyrir okkur hvað línulega samantektin gefur okkur. Ok, okkur er gefnir hérna tveir vigurar, VF1 og VF2. VF1 er vigurinn mínus 1, 1 og VF2 er vigurinn 2, 1. Nú, línuleg samantekt þessu geti til dæmis verið 2 sinum VF1 pluss VF2. 2 sinum mínus 1, 1 vigurinn pluss 2, 1. Munum þegar margfaldum vigum með fasta og margfaldast öll stökin í vigurinn með fastanum, þannig að mínus 2, 2 verður fyrir vigurinn pluss 2, 1. Og svo leggjum við þetta saman og fáum mínus 2 pluss 2, það er 0 og 2 pluss 1 sem er 3. Svo 0, 3, sér svona. Nú, við getum til dæmis líka sagt önnur línuleg samantekt af þessum vigurum væri VF1 mínus VF2. Og það væri þá VF1 er mínus 1, 1 og ég myndi draga frá stökinni vigri 2. Þannig að ég væri með hérna mínus 3 og 0. Og annað dæmi línulega samantekt væri einfallega bara einu sinni VF1 pluss einu sinni VF2. Það fæ ég mínus 1 pluss 2 og 1 pluss 1. Ég fæ sérst 1, 2 vigurinn. Pröfum að skoða hvernig þetta liggur myndrænt í planinu. Hérna erum við búin að tekna hnitakerfi og við erum búin að tekna VF1 og VF2. Við getum teknað hérna 2 sinum VF1 pluss VF2. Það eru 0 x-ástum og 3 y-ástum. Númer hér. Og við getum teknað mínus 3, 0. Það er þá mínus 3, 0 myndi vera hér. Þetta var þessi summa. VF1 mínus VF2 er fjólubláa línan og hvað er að bæta við hérna VF1 pluss VF2, það er þá væntanlega 1 út og 2 upp. Myndi vera hérna. Ok, þannig að úr þessum tveimur vigurum, VF1 og VF2, byggum við til þessar 3 lituðu vigra hérna. Og við sjáum við getum búið til hérna ýmsustu vigra. Skoðum aðeins á eftir hvað er það eiginlega sem við getum búið til úr þessum tveimur vigurum. Byrjum fyrst að skoða annað dæmi. Hérna gefur önnur spurning. Er B, einhver vegur B, er það línuleg samantekt af vigurum A1 og A2 og ef B er vegurinn 7, 4, mínus 3, þessi ákveðni vegur. Ok, svarið er já. Skemmst frá því að segja, svarið er já. Vegna þess að við tek 3 sinum A1 og legg við 2 sinum A2. Þá fæ ég svo mikið sem 3 pluss 4, það er 7. Ég fæ 3 sinum mínus 2 pluss 2 sinum 5. Fæ sem sagt 4. Og ég fæ 3 sinum mínus 5 pluss 2 sinum 6. Ég fæ mínus 3. Þannig að svarið er já. Því ég margfaldað fyrir við erum með 3 og seinni við erum með 2, þá fæ ég akkur þennan vegur. En hvernig finnum við eiginlega þennan 3 og þennan 2 hérna?
Hvernig vitum við að það er til svona tölur og hverjar þær eru þá? Nú, þá erum við í raun og veru að spyrja. Er til x1 og x2 þannig að x1 sinnum a-vegurinn pluss x2 sinnum a2-vegurinn gefur mér b. Það þetta er spurningin. Og hérna erum við með svari fyrir ofan. En við skulum pröfa að sjá hvernig myndum við leysa þessa vigrarjöfnu hérna. Nú, þetta eru bara 3 jöfnur með 3 óþytum. Hérna, efsta jöfnan er x1 pluss 2 sinnum x2 er jafnt á 7. Og svo fæ ég jöfna mínus 2 sinnum x1 pluss x2 sinnum 5 er jafnt á 4. Mínus 2x1 pluss 5x2, alltaf það sem ég skrifa hér. Og svo mínus 5x1 pluss 6x2 er jafnt á mínus 3. Þannig það að spurja, er b-línuleg samantekt á þessum hérna vigrum, er það sama að spurja, hefur þetta jöfnuhneppi hérna lausn. Og við kunnum að leysa svona jöfnuhneppi. Við setjum þetta upp sem auki fylki, mínus 2, 5 og 4 í línu 2, mínus 5, 6 og mínus 3 í línu 3 og svo gerum við einfaldar fylkjaaðgerðir og látum líka milli hluta hverjar þær eru nákvæmlega í bili og fáum út fylki sem leitir svona út 1, 0, 3, 0, 1, 2, 0, 0, 0. Við getum sérst lesið út úr þessu að x1 er 3 og x2 er 2 sem stemmi við það sem við skrifum hérna fyrir ofan. Sem sagt vorum við að komast að því að vigurjafnan x1 a1 pluss x2 a2 og svo framvegis upp í xn a(n) er jafnt á b hefur nákvæmlega sömu lausnir og línulega jöfnuhneppið sem hefur þetta hérna aukna fylki. Sem sagt það sem ég er með a1 í þessum dálki og a2 í þessum dálki og svo framvegis. Í þessum dálki og þessum dálki og svo framvegis. Og það sem meira er að b, hægri hliðin í þessari jöfnu, má rita sem línulega samantekt af þessum vigurum þá og því aðeins að það er til lausn á þessu hérna jöfnuhneppi. Þannig að við getum svarað þessari spurningu er b-línuleg samantekt af þessum vigurum með því að leysa þetta hérna jöfnuhneppi. Og aðtöðu þetta hérna þ a er stytting á þá og því aðeins af. Þetta er jafngilt, því bara þessar 2 setningar sikkur megin við þetta merki eru jafngildar. Ensku er þetta if and only if og við notum þetta stærðfræðilega táknina. Þar á leiðir í báðar áttir, svona píla í báðar áttir til að tákna þetta. Ok, pröfum nú að spyrja annarri spurningar. Við ætlum að skoða núna mengi allra þeirra vigra sem hægt er að skrifa sem línulega samantekt af svona n-stykka vigrum. Við erum að hugsa, já, hver komum við? Segjum að við séum aftur með sömu vigrana og vorum með í dæminu á undan. Við vorum með vaf 1 er eftir á mínus 1, 1 og vaf 2 er eftir á 2, 1. Þá getum við spurt, er til dæmis 0,3 línuleg samantekt af þessum tveimur. Og við getum pröfað okkur áfram og þá finnum við að já, til dæmis ef ég segi tek tvisvarsinnum mínus 1, 1 vegurinn og legg við einu sinni 2, 1 vegurinn, þá fæ ég akkurat 0 og 3. Þannig ég gat búið til þennan vegur. Þessi vegur 0,3 er línuleg samantekt af vaf 1 og vaf 2. En hvað með 4 mínus 1 vegurinn? Get ég búið hann til? Já, ég get það vegna að ég tek mínus 2 sinnum mínus 1, 1 vegurinn pluss einu sinni 2, 1 vegurinn. Þá fæ ég pluss 2 pluss 2, það er 4 og ég fæ mínus 2 pluss 1, það er mínus 1. Þannig þessi vegur 4 mínus 1 er sannarlega línuleg samantekt af vaf 1 og vaf 2. Ok, nú vissi ég fastan að vegna sem ég hafði pröfað maður áfram. Hvað ef það er ekki alveg eins augljóst? Hvað með við tek hérna pi 0 vegurinn? Er þetta að skrifa hann sem línulega samantekt af þessum hinna 2? Sem sagt er til eitthvað x1 sinnum mínus 1, 1 pluss x2 sinnum 2, 1 vegurinn. Þannig að út komi pi 0. Já, nú er ég komið í jöfnuhneppi.
Ég sést með jöfnuppi ef ég reikna út úr hægri hliðina þá stendur mínus x1 plus 2x2. Þá stendur x1 plus x2. Ég kom með 2 jöfnur með 2 óþekktum. Skulum lesa þetta bara. Setjum upp auki fylki. Setjum upp hérna mínus 1, 1, 2 og 1 og vinstri hliðin pi og 0. Og svo gerum við nokkra fylkiaðgerðir. Og þegar við erum búin að koma svo línstallagerð og með þess að rudda línstallagerð hérna, þá sjáum við að svarið já. Ef ég læt, skulum byrja á hinum endanum. Ef ég læt x1 vera mínus pi deilt með 3, margfalda það er mínus 1, 1, og legg við x2 sem sagt pi deilt með 3 sinnum 2, 1, þá fæ ég nákvæmlega 0, pi og 0. Ok, þannig að við getum búið til þennan vegur, getum búið til þennan vegur, getum búið til þennan vegur með línulega samantekt af vaff 1 og vaff 2. Þannig næsta spurning er eitthvað takmark fyrir hvert við komumst. Fyrir hvaða vegur við getum búið til með þessum 2. Skulum pröfa að skoða aftur myndina sem voru með áðan. Hérna er með mynd af vaff 1 og vaff 2 og ég er með mynd af nokkru línulegu samantektum. Við sjáum í fyrsta lagi, ef ég tek vaff 1 sinnum 0 pluss einhver fasti sinnum vaff 2. Hvar eru við þá? Þegar ég er að margfalda vegur með fastegi með þennan hérna vegur. Ef ég margfalda með fasta þá er hann annarkvort að ef hann er stærri fastinn stærri 1 þá er ég að lengja hann. Ef hann er minni en 1 þá er ég eitthvað stærri hérna. Ef hann er 0 þá er ég akkurat í 0,0. Og ef ég margfalda hann með mínstölu þá fæ ég einhverjar mínstölur, allt eftir hvaða stór mínstöla sem ég legg við. Þannig ég get fengið allar fasta margfaldi sinnum vaff 2, gefa mér þessa hérna línu. Og svo sama hátt þá get ég tekið vaff 1 og ég get margfaldað með fasta. En ég kemst hvert sem er á þessari hérna línu. Ég get fengið alla punktar sem er hérna á þessari línu með fasta margfaldað vaff 1. Og þá getum við ímyndað okkur, ok, ég má leggja þá saman líka. Þá segi ég, ok, ef ég tek fyrst hérna og fer svona langt eftir vaff 2 og legg svo við vaff 1, þá get ég lagt við vaff 1 eins ofta ég vil. Og hvernig lítur þetta þá út? Nú fæ ég hvaða punkt sem er á þessari hérna appelsínugulu línu. Nú ég hefði getað lagt við aðeins meira af vaff 2 og lagt svo við vaff 1, þá fæ ég hvað sem er á þessari hérna línu. Og ég hefði getað farið fyrst aðeins eftir appelsínugulu línu og lagt svo við eitthvað úr vegurinn vaff 2. Þá er ég einhvers þar hérna. Og svo framvegis og svona getum við haldið áfram og við sjáum að það er alveg sama hvaða punkt ég ímynda mér hérna í planinu í R2 sem ég ímyndi mér til dæmis sem langi hitt ég eitthvað þennan. Og þá tek ég bara svona mikið af vaff 2 mínus eitthvað sem vaff 2 og svona mikið af vaff 1 eitthvað fasta margfaldi af vaff 1 og það er komin hingað. Þannig að þessir 2 hérna virar línulega samantektir af þeim koma okkur hvert sem er í planinu. Við segjum að þeir spanni allt í öðru, spanni allt planið. Það er sem sagt á spurningunum sem var aðan, það er engin takmark á því hvað vegur við getum búið til og línulega samantekt af þessum hérna 2 vegurum. Þá er næsta spurning. Er alveg sama hvaða 2 vegra við tekum í öðru, getum við alltaf búið til hvaða vegur sem er? Og svarið er nei. Skulum sjá þetta. Hérna eru til dæmis með 2 vegra, vaff 1 og vaff 2. Vaff 1 liggur hérna, 1, 1. Og vaff 2 er hérna 2, 2. Nú sjáum við tek fasta margfaldi af vaff 1, þá get ég dekka allt sem er á hérna þessari hérna línu. Þetta er uppslanlegt af x. Og svo ef ég legg við, ef við segjum við farum hérna svona langt eftir vaff 1, mínus 2 sinnum vaff 1, og svo leggjum við vaff 2, segjum við leggjum við 2 sinnum vaff 2, þá fer ég bara aftur eftir sömu línu og enda hér. Þessi hér bætir einhver við fyrir þetta hérna. Við erum bara með ennþá þessa einu átt sem við getum fært okkur í. Þannig að þessir 2 vegrar, við segjum að þeir spanni þessa línu. Við skrifum þetta svona. Spanið af vaff 1 og vaff 2. Er lína.
Þannig að það er ekki nóg að við séum með 2 vigra til að við spönnum örugglega allt planið. Og við skulum setja aðeins niður þetta með að spanna og línulegar samantektir. Þetta eru ný orð. Við skulum setja niður skilgreiningu. Skilgreiningu hljóðar svona. Við erum með hérna p-stykki af vigrum jarianta og þá segir við línulegar samantektir af þessum vigrum. Skrifum við span og svo svona mengi af vigrum og við köllum þetta það hlutrum jarianta sem er spannað af þessum hérna vigrum. Þetta er nýtt hugtak. Ok, tökum dæmi. Til dæmis spanið af vigrunum -1,1 og 2,1, þessum 2 vigrum. Það er allt planið, það er allt í öðru. Ok, tökum annað dæmi, skulum pröfa dæmi með 3 vítum, 3 staka vigri. Spanið af vigrinum 1,1. Hvernig getum við túlkað þetta myndrænt? Hvað þýðir þetta? Þetta eru allar línulega samantektir af þessum vigri. Það er sem sagt einhver fasti K sinum 1,1 vigurinn. Þannig að ef ég myndi reyna að teikna þetta í þrívíðu rúmi hérna, þá fær ég 1 eftir x-ásnum, 1 eftir y-ásnum og 1 eftir z-ásnum, þannig að 1, þetta verður svona einhvern veginn þessi vegur. Og svo má ég taka fasta margfaldi á honum, þá má ég lengja hann, ég má margfalda með 0, hann fyrir gegn 0,0, eða margfalda með mínstölu. Þannig að spanið af vigrinum 1,1 er lína sem fer gegnum punktin 0,0,0 og 1,1,1. Við þurfum bara 2 punkta til að ákvarða línu. Þannig að þetta er línan. Ok, pröfum annað dæmi. Ok, nú er okkur gefnir 2 vigrar í R3 og eina sem okkur sagt um að þeir eru ekki samsíða og þetta er ekki 0 vigur. Hvoru þeirra er sá vigur sem inniheldur bara 0. Og hvernig getum við þá túlkað spanið af U, V myndrænt? Svo að allar línulega samantektir U og V, hvernig lítur það út myndrænt? Við reynum að teikna þetta upp. Þá erum við með vigurinn U, segjum að það sé þessi vigur, til dæmis. Og vigurinn V geti þá verið þessi hér. Þetta eru 2 vigrar sem eru ekki samsíða og ekki 0 vigrarnir. Þá spanna þessir 2 vigrar þetta hérna plan. Ef ég tek fasta margfaldi af U, þá kemst ég hérna áfram í þessu átt. Svo segi ég fasta margfaldi af F, þá fer ég hérna í sömu átt hérna áfram. Og ég held mig alltaf innan þessa hérna plans. Þannig að þetta hérna getum við túlkað myndrænt sem plan. Það plan sem er spannað af U og V, segir við. Ok, þannig að segjum þetta gott línulega samantekt í bili.